Við erum hér að horfa á gosið á Fimmvörðuhálsi. Zooma meira á það. Þarna sést það. Það sem sagt rennur svona niður. Hraunstraumur. Það séð hvernig gýs upp. Það er heilmikið að gerast hér í kring, til dæmis alveg glampandi tunglsljós sem gerir það verkum að maður sér hér jökulinn. Líklega sést það nú ekki samt á þessari mynd, en hér er náttúrulega fullt af bílum, búið að vera mikil umferð. Við sjáum snurðulega ekki, við stendum hérna ég og Heiða og Eyþrúður og Magnea. Og þarna kemur eldgosið aftur. Ég ætla aðeins að zooma inn á það og þá fer ég örugglega að titra, eins og alltaf. Og vindurinn að hvína. Jæja, nú færist aukana. Þetta kemur svolítið gusa. Það sést hann ekki hérna þar sem það steypist ofan í gilinn. Ofan í Hrunagil og Hvannárgil. Kom tunga niður úr því. Við erum stödd hérna akkurat andspænis Húsadal og ljósin hérna, þessi perlufesti hérna niðri. Það er einmitt ljósin í Húsadal og þarna sér maður gosið akkurat utan í, að bera utan í Valanúk. Það sér mér síðan það sést sem sagt lengst til vinstri þar klippir Valanúkur á útsýnið. Þetta er gríðarlega flott. Það er komið fram við miðnætti og það er stjörnubjart. Svo erum við komið hérna aðeins niður. Ég veit ekki hvað það sést mikið, en það er mjög stjörnubjartur og flottur himinn. Mjög flottur þarna. Strókurinn lengst til hægri. Alltaf fullur zoommi. Og það er mikið að gerast þarna frá. Við erum hérna í ferð, ég og Ómar og Sigga. Það er komið vel fram við miðnætti. Við erum hérna undir Þorláksfellinu. Svo zoomar nær, þá sér maður hvað þetta er langt í burtu. Svo zoomar svo alveg tilbaka. Já. Sérðu hvað þetta er langt. Já. Prófa að zooma alveg út. Svona er það svona. Svona er það. Síðdegis daginn eftir í Álfhólum, páskadag. Þá líta fjöllin út svona. Ný skúruð. Hvít skúruð, týnd fjöllin hérna. Og Mýrdalsjökullinn en Þórsmörk, og hér þegar við komum að Eyjafjallajökli. Þá sér maður greinilega hvítan gosstrók. Og svona er þetta búið að vera í dag. Strókurinn nánast beint upp í loftið. Og ef maður zoomar aðeins á hann,